bara út af því að fólk kann ekki tala án tilfinningum saman. Og já, þetta akkurat núna það sem að gerast og þetta allt sem ég get sagt. Agnieszka kannski, getur þú svona, hvað finnst þér niðurstöðu kosninganna? Mér finnst þessir, þú veist, ég vonsvikin. Ég verð að fullyrða það að ég átti von á eitthvað breytist eins og við öll hér á Íslandi held ég eða meiri hluti. Og Ísland, Pólverjar á Íslandi hafa kosið Trzaskowski heldur en Duda sem veturfæri en þetta skiptir ekki miklu máli. Og í stóru myndinni, það raunveruleikir þannig að Pólverjar sem búa í Pólandi, þau kjósa svona þetta ríkisstjórn og þennan mann sem forseta í annan sinn. Og já, það erfitt fyrir mig að heimalandið með svo hægri sinni núna og full af fordóma. Og þó að mér líkar ekki við þetta, samt niðurstöður kosninganna endurspegla það sem að gerast í samfélaginu. Og það eru alls ekki allir sem eru sammála, svona óhuga hægra hugmyndaflæði, ég veit ekki hvernig á ég að kalla þetta. Ég kalla þetta bara fordómar og hatur. Þú veist, það bara þannig. Og það eru alls ekki allir sem eru sammála ríkisstjórninni, en því miður það meiri hluti. Og þetta á rosalega mikið við popúlisma. Svona logur réttlætis, þetta popúlísk flokkur, popúlískur flokkur og það bara, þau eru að lofa fólki allt í himninu og eru að ná til sín fólk að kjósa sín á þennan leið. Að svíka fólk í rauninni, að þau eru að styðja alla fjárhagslega. Og fólk sem eins og Viktoría nefndi það í viðtalinu, fólk sem kannski ekki með háskólamenntun eða veit ekki mikið pólitískuna. Þau hugsa ekki mikið stóra málið. Þetta fólk hugsar ekki í rauninni stóra pólitísk, heldur hvernig líður mér frá degi til dags og á ég nóg milli handanna. Og já, og það pínu þannig að jú, það bætist við svona lífskjör fólksins í Pólandi. Þau eru til dæmis búin að lengra fæðingarorlof og bara gefa peningar í rauninni. Til dæmis það eru svona aukastyrkur sem fer til fjölskyldna sem eru búin að eignast barn og það svona 500 zloty fyrir hvern barn í fjölskyldunni undir 18 ára. Og ef lífið erfitt fyrir fólk og það erfiðara en hér á Íslandi, þá hugsa þetta fólk örugglega að lífið bara betra á meðan þennan ríkisstjórn stjórna okkur. Þetta veist, ég að fylgjast með Pólverjum á samfélagsmiðlum og ég að hlusta á pólsk útvarp
og aðeins að fylgjast með svona ríkissjónvarpsstöðinni sem gæti verið fyndið en í rauninni mjög sorglegt. Og það ríkur bara populismi og lygi. Þau eru bara að ljúga. Og aftur eins og Victoria bendi á, fólk trúir þessu sem fólk sér í sjónvarpinu og það eru hluti af landinu sem horfa bara á ákveðnar sjónvarpsfréttir og svo framvegis. Þannig að þetta er flókið mál í rauninni. En þetta þýðir ekki að það eru einungis svona hægrisinnar sem búa í Pólandi. Það er líka fólk sem er meira vinstra megin og hinsegin fólk sem á rosalega erfitt núna. Þannig að, en því miður, niðurstöður kosninganna eru eins og þau eru. Magdalena, vilt þú bæta einhverju við? Já, auðvitað. Já, ég er búin að skrifa á Facebooki að ég ætla ekki til Póllands í næstu 5 ár. Nei, ég er búin að flytja úr Póllandi strax þegar PiS vann og nú eru þau stjórna ennþá, þannig von minn er drepin, sko. Ég er að kalla þetta blekkja þjóðina, þetta sem þau eru að gera. Og ég var að lesa eitthvað daginn svona svokölluð salami tactics og eitthvað svona bók sem heitir Goebbels Diaries. Og þetta er nákvæmlega þetta sem þau eru að gera í bíli. Og ég held eftir nokkur ár Pólland verður eins og Ungverjaland eða eitthvað. Þau reyna að breyta þetta eitthvað smá og þau búin að taka yfir öll stjórnmenn allstaðar í þingi, í dómsmálum, lögreglustofum, spítalum. Ef þú varst á móti eða þú varst með annars stjórnvöld, þá varstu bara rekinn og skipt. Þau búin að taka yfir og rústa öllu. Það eru samt borgarstjóri eins og Trzaskowski sem hann enda borgarstjóri í Varsá. Það eru borgarstjóri sem eru kannski góðir og vilja gera eitthvað eins og var gert þegar PO eða SLD varu stjórna. Þau varu byggja Evrópusambandi og breyta öllu. En þessi borgarstjóri, þau vilja gera eitthvað núna en þau get ekki gert úti yfir borgarstjóra svona, hvað heitir svona governor eitthvað province. Þú ert borgarstjóri og það er einhver sem er með háan stól ofan á þér. Þó þú vilt breyta einhverju, þú getur ekki úti hinn manneskja er frá PiS. Þannig já. Þetta er mjög sorglegt og þau búin að taka yfir sjónvarpi og þau eru að segja núna þau búin að taka yfir eitt svona sjónvarp, TVP, og núna þau eru að tala að taka yfir annar sjónvarp sem var á móti þeim eitthvað, eða sem var að sýna þetta sem var rétt, skilur. Þannig þau vilja gera það og ég trú að þetta verður að gera, sko. Þetta er mjög sorgleg, en já, en hinn fólk, eins og það er svo kölluð pólsk, Pólland A og Pólland B, hinn fólk eru auðvitað að kjósa þeim úti eins og Agnieszka sagði, þau fengu þetta var láglaunafólk sem var ekki vel gert þegar hinnir var að stjórna, þessi láglaunafólk var svolítið gleymt. En samt í staðinn þau var að byggja veginn, þau var að byggja skóli, það kom nýtt sjónvarp og Pólland var að breyta svona meira borgir sem maður var loksins stolt af, sem var svona Evrópusambandborg eða Evrópusamband eitthvað tengt og meira svona. En þessi fólk skilja þetta ekki. Þetta 500 eitthvað sem þau fengu núna er nóg og fyrir þeim
Svo kirkja mikið áhrif líka, ef prestur segir ekki í kirkjunni, kjóða þessi, eitthvað LGBT, þau útskrifa þannig að LGBT eru eitthvað hommar sem myndi já, faraldur sem myndi taka yfir eitthvað, ég veit ekki, og það sýnt í þessu sjónvarp TVB og fólki bara almöttur í bænum, burt frá okkar börn, burt frá okkar börn með þessi eitthvað og já, bara blekja þjóðina í alvöru, taka yfir og blekja. Já, og hluti af málinu að pólitík ríkisstjórnarinnar og lög og réttlætis byggðist fyrst og fremst á hatri. Þau verða að vera með óvinni. Þau verða að vera að benda fólki á að einhverju að sakka fyrir það sem að gerast í landinu sem kannski ekki gott. Til dæmis, að það einhver eins og með flóttafólk. Þegar það var flóttafólk frá Sýrlandi var að koma, Pólland bara neitaði að taka á móti flóttafólki og umræðan var þannig og svona andrúmsloftið var þannig og svona narratív hjá ríkisstjórninni, þetta var sama ríkisstjórn eins og núna, var þannig að þetta fólk að koma og taka eitthvað af okkur. Það var bara að taka penningar eða eitthvað og koma, það var líka maðurinn sem heitir Jaroslav Kaczynski, hann, óbeinbarlega hann bara þingismaður. En hann stjórnar öllu. Hann pínu svona shadow persóna og það í rauninni hann sem keisari í Pólandi. Emperor Palpatine. Já, hann bara pínu svona Emperor Palpatine, já. Og hann sagði að flóttafólki ætlar að koma með einhvers konar sjúkdóma og smitta Pólverja og þau eru með áfætta og ýmis konar parasite og þetta var bara hrætilegt og ógeðslegt umræða og framsókn og allt. Og flóttafólksþema búin núna, núna LGBT. En það snýst ekki í rauninni það hvort þetta sé LGBT eða flóttafólk eða einhver annar. Það snýst það að allir sem eru ekki hvítir, kaþólískir, Pólverjar og helst karlmenn eru bara miklu verra staði í samfélaginu. Út af við erum líka að tala ýmis konar sem að gera sem í rauninni svona kvennahatur. Og þau eru að reyna þau eru að reyna að smygla ýmis konar ný lög eða breyta löginu varðandi svona fósturlög og ýmis konar. Þau verður að reyna að breyta þessum lögum á meðan faraldrinu stóð í hæsta tölunum. Og það var bara bannað að labba út á götur og bannað að mótmæla og fólk var bara sektað fyrir að fara út. Og þau verður að reyna að nýta sér þetta tækifæri til að breyta lögin sem eru í rauninni á þennan leið til að taka réttindi og minnka réttindi kvenna í Pólandi. Og þetta snýst í rauninni það. Þetta mín skoðun og mín upplifun. Og eins og Magdalena sagði, árið 2007, það voru tvíburar, Kaczynski, það var forseti og forsætisráðherra og þau komu bæði í stjórn og allt og ég fór bara burt úr Pólandi og ég verð að fara áður en það búið að loka og ég get ekki lengur farið út. Áður en það verður ég verð fangelsat í rauninni
í Pólandi út af skoðunum mínum. Og þetta var, ég ekki að grínast, ég var að hugsa þetta, já, að þau alla bara taka vegabréfið mitt, að þetta að fara þessa leið og ég sé að það í rauninni, þú veist, það ég að lesa allar þessar fréttir og hlusta á útvarpið og ég að hugsa þetta eins og Þýskaland 1933. Já. Þetta svona crawling nazismi sem að komast í samfélagið og smátt. Já. Og Viktoría, þú varst líka búin að segja þetta, að þetta gerir smátt og fólk tekur ekki eftir því. Og það bara byggðist upp og allt í einu það í fínu lagi að lemja koma á götunni og ekkert gerist. Og það bara allt í lagi að halda háttursorði alls staðar út allt. Þetta ekki lengur bara í kommentakerfinu á Facebook. Þetta í sjónvarpinu, í fréttunum og bara alls staðar það í lagi að kalla einhver, að fólk bara, hinsegin fólk í rauninni hræð við að halda hendur úti í götunni. Út af, það getur verið bara lamið og drepið. Ég ekki að grínast. Já, þetta hatur-retorik. Já. Já. Þetta eins og ríkisstjórnin sem gefa leyfi. Já, fyrir hatur. Já. Og þetta svona klísé divide and conquer taktik eitthvað. Þetta rosalega auðvelt að gera árás á konur, á læknum, á einhverju frá LGBT til dæmis eða eitthvað bara öðruvísi en allir hinir. Það sem við þurfum að skilja að Pólland svona gammalt land akkurat núna. Allir svona average age svona 30 eitthvað ár. Og flestir sem yfir 65 ára gömul ekki með svona almennt menntun út af kommunisma og út af stríði líka. Fólk eftir grunnskóla eða þau voru ekki búin að klára grunnskóla og þessi fólk líka mjög oft alveg í trú, svona guðhræð eða eitthvað. Og þessi fólk sem búa í sveiti og litla torpum eitthvað, það alltaf kirkja í miðju og það alltaf prestur sem á alltaf mest að segja ástandi í þessu torpi eða sveiti. Og allt þetta fólk að hlusta á presta sem í raun veru alltaf að blanda sér í pólitík í Pólandi. Og út af líka kommunisma, þegar kommunismi var sterkur í Pólandi, þá katólísk kirkja var ekki alveg bannað en þetta var illa séð. Þess vegna ef fólk voru ekki að fara í kirkju, voru ekki í katólíska trú, þá þau voru kommar. Og þess vegna þetta svona sterk tengt milli Pólverja og katólíska kirkju. Og þetta rosalega erfið að útskýra breyting sem tók frá árið 1989 til núna í katólísku kirkju. Það erfið að útskýra það fyrir fólk sem
eldri borgarar og ekki með menntun og þetta rosalega erfið að tala við þessa fólk án þess að bara fenga spit in the face frá þeim. Þetta rosalega erfið. Þetta líka fyndin, ef ég má bæta við, úti á móti þessi þessi stjórnvöld sem margir í stjórnvöldi eru gay, margir sem eru í kirkjunni eru líka og þú veist, ef þú ert katólísk og þú ert giftur og þú mátt ekki gifta tvisvar í kirkjunni, það er bannað. En það var daginn eitthvað svona mikið mál að einn af þeim sem stjórna, hann fór bara til prest og sagði, ok, þessi lög bara ógild fyrir mig, ég ætla bara að giftast annars skipti í kirkjunni. Gert, búið. Og ef þau verið kjósa eitthvað svona slæma drastalur þau kjósa þegar COVID-tímanum, þær eru ekki margir í þingi, þau eru kjósa líka miðnætti eða á morgnana, þau skalla bara fólki sem myndi kjósa já og bara nóg til að hafa þetta, þú veist, eitthvað löggilt. Þannig kalla fund á miðnætti, kjósum, já, búið. Já, þau eru að brjóta allt lög sem þeir eru að gera eða búa til, bara til að sýna að þeir eru yfir lögum. Þetta svona dictatorship dæmi alveg. Og þetta bara reiði hatur og ef þú ert á móti þeim þá þú ert bara burt. Já, og líka... Má ég bara aðeins skjóta inn hérna með, af því að Agnieszka myndist áðan á COVID, haldið þið að það hafi haft einhver áhrif á svona stemninguna í Pólandi? Sjálfsögðu. Þau voru búin að reyna að gera forsetakosningar 10. maí þegar allt var lokað og þetta var ekki leið að fara út heimanum nema í sjoppu eða eitthvað. Og þau voru búin að reyna að gera þessi kosningar gegnum bréfið. Og allir voru að mótmæla þetta var ekki löglegt samkvæmt pólsk stjórnarskrá og mörgum öðrum lögum og þetta tókst. Þau voru búin að fresta þetta til júní sem ekki alveg best fyrir lýðræði. Þetta ekki besta tímasetning fyrir lýðræði út af því að COVID ennþá vandamál í Pólandi og líka þetta var ekki nóg tími til að undirbúa fyrir aðrar hvað heitir þetta? Candidates. Frambjóðendur, já. Já, takk. Og þetta rosalega skrítið ástæða akkurat núna. Þetta var búin að vera rosalega mörg dæmi sem voru að brjóta reglur kosningar og þetta næstum eða yfir 1000 fólk sem voru búin að kvarta yfir reglubrot kosninganum. En málið að þegar þú ert að kvarta yfir þetta, þú verður að senda bréf til Supreme Court, Hæstarétti, já. Og Hæstarétti í Pólandi appointed by Andrzej Duda sem forseti frá ríkisstjórn. Þá, já,
þetta ekkert von af því að þetta ætlar að vera tekið undir. Og, já. Þetta rosalega sorglegt út af því að fyrir 7-8 árum þegar PO var í stjórni, ég var rosalega stolt af Pólandi út af því að þau voru búin að gera rosalega marga góða hluti, að sjálfsögðu að það alltaf eitthvað spilling eða það alltaf eitthvað í hverju ríkisstjórn heimsins, enginn perfekt. En þegar þau voru í stjórni þá til dæmis árið 2008 Pólland var græna eyja þegar það var krísa í öll heiminum. Það var ekkert krísa í Pólandi út af stjórni sem við vorum með. Og já, þau voru búin að gera rosalega marga góða hluti en þau voru búin að gleyma fólk sem minna mega sín í Pólandi. Til dæmis fólk sem eru ekki menntaðir, fólk sem láglauna fólk og fólk í litlum törpum og sveitir. Og þetta var til mistök. Mér langar, þetta alveg rosalega áhugavert og stórt og mér langar aðeins að færa okkur yfir það sem hefur gerst hér af því að nú voru yfirgnæfandi meirihluti sem studdi ekki Duda á Íslandi, meðal Pólverja á Íslandi. Þannig að hann var ekki með stuðning meðal Pólverja á Íslandi. Og í kjölfarið var ýmislegt sem að kom upp í sendiráðinu. Getið þið aðeins sagt mér frá því? Það var líka umfjöllun í Stundinni það. Það var ræðismanni sagt upp í sendiráðinu, sendiráði Póllands á Íslandi. Getið þið eitthvað aðeins sagt mér það? Hver ekkar vill taka orðið? Viktoría? Já, ég get alveg bara sagt eitthvað stund. Ef þú ert á móti þessi stjórnvarði þá ávitað verður þú skipt, skilur. Þetta bara gerist allstaðar og ávitað allstaðar Pólverjar sem eru búa í útlandum var að gjósa Trzaskowski, en ekki hinn. Og allstaðar, ég held það eru breytingar núna, allstaðar sem þau enda ekki búin að taka yfir, þó þau búin að taka yfir helling í Pólandi, þá eru þau að reyna að skipta þetta núna allstaðar í fólk sem eru að vinna með þeim og bara same shit. Já, ég hef ekki komið í beina samskipta við þann ræðismann en ég veit hann og ég veit að hann búinn að gera marga góða hluta fyrir svona litla samfélagi okkar Pólverja á Íslandi og ég held að stærstu og mistök hans var að vera svo góður við að skipuleggja kosningar núna út af þetta var hann fyrst og fremst sem gerði þetta rétt og hjálpaði með þetta og fylgt Trzaskowski var miklu hægri hér en Duda. En eins og Magdalena segir, þetta bara, þau eru bara að skipta fólk og hann var ekki alveg sammála ríkisstjórninni, þessi maður. Og þetta gerðist bara, ég held að helst vandamál fyrir svona félög sem voru að reyna að afhenda þetta bréf var að þetta gerðist mjög skyndilega. Þetta gerðist bara, allt í einu hann horfinn og 3 dagar og til að fara burt með fjölskyldu og allt og engar útskýringar og við sem Pólverjar hér við vorum mjög ánægðir með hann. Og þetta var svona, hvað gerðist? Og það sem var óskað voru útskýringar.
af hverju var hann bara sakaður? Af hverju var hann bara látið úr starfinu sem hann hefur sinnt mjög vel í nokkur ár. En já, kannski þetta bara svona diplomatiska pólitík og allt og þetta bara gerist, en þetta var gert skyndilega og þetta var frekar ljótt, en það ljótasta var hegðun sendiráðherrans við afhending, eða tókst ekki að afhenda þetta bréf. Og þetta stærsta málið, að þessi sendiráðherra, hann ekki maðurinn okkar, hann maðurinn lög og réttlætis. Og hann hefði ekkert gert fyrir okkur hér á Íslandi en ég alltaf að segja þetta ítrekað, hann bara viðbjóður. Þetta rangt manneskja, ég bara get ekki. Og þetta viðtal við hann sem birtist í gær, þetta var lygi ofan á lygi. Þú veist, allt sem hann sagði það bara nei, það allt, við mókaðir af ásökunum í vísi eða eitthvað að Pólland eitthvað hræðilegt land fyrir hinsegin fólk og hann var að ásaka þessar manneskjur sem voru í viðtalunum áður lygi. Og þetta bara fáránlegt. Út af allt sem Viktoría sagði, hverja einasta orð sem Viktoría sagði í viðtalinu sagt. Og og líka ég man ekki hvað heitir hún, þessi kona sem var í viðtali hinsegin fólk í Pólandi. Já, þú ert að vitna í viðtalið hjá RÚV. Já, hún sagði líka sátt. Og þetta ekki bara ein manneskja sem kom allt í einu og sagði nokkuð ljótt orð Pólland. Hún hefur unnið í þessum málum í Pólandi í mörg ár. Og hún fikk verðlaun fyrir vinnu sína í þessum málefnum. Og þetta pínu svona viðbrögð sem PiS alltaf með, að allir sé bara ljúga. Og það bara allt ósatt og einhverja ásakanir og við krefjumst afsökunar og þú veist, en þetta bara fáránlegt og þetta sárandi. Þetta sárandi fyrir Pólverja sem ekki sammála ríkisstjórninni og ekkert að Ég skal bara bæta við að ég formaður félags sem var að skrifa undir þetta bréf og taking politics aside út af því að allir félagir sem voru skrifa undir þetta bréf, þetta var alls ekki eitthvað politísk þarna og ekki representativ fyrir alla Pólverja á Íslandi til dæmis. En þetta var bara beiðni útskýrun af hverju Jakob Pilg fekk bara 3 dagar til að flytja úr landi og skilja húsnæði og bílinn og taka fjölskyldu í burtu. Út af því að þetta ekki almennt procedure þegar þetta kemur í diplomatiska sendiráð. Þetta gerðist þegar þetta eitthvað krísa í öðrum landum til dæmis. Að þú átt nokkra klukkutíma eða 3 dagar eða eitthvað til að flytja, en þetta ekki ástand í þetta skipti. Þess vegna,
og líka Jakub Pilch, eins og Agnieszka sagði áður, hann var að gera rosalega marga góða hluti fyrir samfélög á Íslandi sem voru að vinna með hann rosalega vel og hann var búinn að hjálpa yfir sig fyrir þeim og þess vegna útskýring svona eitthvað sem við erum skilið til dæmis og já, eins og Agnieszka sagði þegar nokkrar manneskjur svona delegation fór til að skilja bréfið þá hann öskrandi neitaði að taka bréfið til sig og var bara að senda þeim í burtu sem ekki alveg löglegt og ekki kurteis. Þess vegna nokkrir frá okkur fóru í fjölmiðlar til að fjalla það. Líka þú veist, til að vera send, til að vera send daginn eftir kosningum. Þetta, ég kaupi þetta ekki. Þetta var eitthvað, já, þú mátt alveg. Þetta lítur allt svakalega út og að hlusta okkur tala, ég viðurkenni sjálfur og ég hef ekkert endilega kynnt mér stjórnmálum í Pólandi neitt eitthvað sérstaklega vel. Að hlusta á ykkur þá var það svo svakalegt að sjá hliðstæðurnar á milli þess sem að gerast í Pólandi og þess sem hefur verið að gerast í Ungverjalandi og í jafnvel Tyrklandi og fleiri stöðum. Þetta bara hægri popúlíska aldan sem að koma yfir okkur frá ótrúlega mörgum stöðum. Og í Bandaríkjunum, svo ég bæti við. Já. En þetta búið að vera ótrúlega gaman að hlusta á ykkur. Ég hef ekki þurft að koma mikið inn en það hafið þið bara haft nóg að segja. Eitthvað fleira sem þið viljið bæta við áður en við lokum þessum áhugaverða þætti? Mér langar að bæta við bara svona viðvörun fyrir Íslendinga sem eru að horfa og hlusta á þetta. Bara læriði frá okkur. Frá okkar. Þetta að byrjast hér á Íslandi. Ég búin að fjalla það í fjölmiðlum á Íslandi og bara á Facebookinu mínu. Þetta svipað andrúmsloft akkurat núna. Þetta að byrja að finna svona útlendingahatur akkurat núna og samfélag að skipta sig þegar þetta gerist. Þetta rosalega auðvelt að skipta meira og taka réttindi frá fólki. Það verður að finna óvininn. Einmitt. Já. Make an enemy. Divide and conquer. Mér langar líka... Nei, fyrir ekki að löfa ekki þessu vel? Já, allt í lagi. Mér langaði eiginlega bara svona aðeins líka því að þið hafið allar verið svona pólitískt aktívar á Íslandi líka. Mér langaði aðeins bara að forvitnast svona hvernig væri munurinn á því til dæmis í Pólandi og hér, svona með bara pólitíska vitund venjulegs fólks eins og okkur og hvort að það væri öðruvísi. Kannski eða Victoria, sorry. Victoria, þú mátt líka byrja. Mér finnst þetta sambærilegt, því miður. Ég myndi ekki segja að fólk á Íslandi nokkuð meira meðvitund pólitísku og allt sem að gerast í rauninni. Fólk hér kannski aðeins að fylgjast meira með þessu sem að gerast í útlöndum. En upplifun mín og ég hef heyrt þetta bara ítrekað að þegar það koma til kosninga, þingiskosninga til dæmis, það mikið fólk hér segir bara, þetta skiptir mér engu máli, ég bara veit ekki neitt þetta, ég ætla ekki skipta mig þetta, en ég ætla samt kjósa það sem fjölskyldan hefur aldrei kosið. Út af fjölskyldan okkar búin að kjósa sjálfstæðisflokkurinn síðan 1920 eitthvað
og ég ætla bara að halda áfram út af afi og amma og ég vil bara vera látið í friði. Ég ætla bara að heyra það við jólamat í 10 ár ef ég kosi eitthvað annað en fjölskyldan. En það bara, við gerum þetta bara þannig. Og líka það sem pínu svona universal allstaðar að börn sem verða unglingar og unglingar sem verða kjósendur, þeir að hlusta á þetta sem sagt á heimilinu. Og ef foreldrar eru vinstri sinnar eða hægri sinnar eða bara útlendinga hattur stjórnaröllu eða eitthvað, eða foreldrar og allt fjölskyldan að segja alltaf að allir hinnir eru bara fávitar og sjálfstæðisflokkurinn það besta sem hefur komið fyrir Ísland ever. Og það þarf ekki hugsa mikið. Þetta gerist bara sjálfskrafa. Og það pínu þannig líka að við þrjár, ég myndi segja að við erum ekki að endurspegla alla Pólverja á Íslandi. Út af, meiri hluti Pólverja sem ákvað að kjósa í forsetakosningunum núna, kaus Trzaskowski, en það var ekki Duda sem var í öðru sæti. Þetta var í fyrsta umferðinni, ég að tala fyrsta umferð. Þetta var kandidat svona frambjóðandi flokkursins sem heitir Konfederacja og þeir eru nýnazistar. Ja. Og það eru margir Pólverjar hér sem eru bara sammála öllu þessu sem að gerast í Pólandi og meira að segja þau myndu fara lengra. Já. Þannig að það alls staðar þannig. Það ekki, svona skipting í samfélaginu bara alls staðar. Og við meira, ég svona virk í pólitíkunni hér, við meira segja að fólk pínu með sama tilfinningu alls staðar. Út af þau bara vilja ekki vera með neitt vandamál. Þau bara vilja fara í heitan pott og í sund og í göngutur og vilja bara vera látið í friði. Og þegar það kemur til kosningana, það pínu svona það pínu öðruvísi hér en í Pólandi út af staða forsetans öðruvísi. Forseti á Íslandi pínu svona eins og andlit. Hann gerir lítið í svona pólitískum málum en það öðruvísi í Pólandi. En þetta mín upplifun og mín skoðun að það gæti það kannski vandar eitthvað svona kennslu í skólunum. Einmitt, ég tala þetta rosalega lengi að svona basic hagfræði og samfélagsfræði og pólitíksfræði, stjórnarfræði, það vera í grunnskólanum. Því að þetta hamrað í okkur frá svona stærði að pólitísk skiptir ekki málið og lýðræði skiptir ekki málið og kosningar skipta ekki málið og ákvörðun þín skiptir ekki málið sem algjör bull að sjálfsögðu og fólk þarf að vita hvað pólitík, þetta lífið okkar. Fólk þarf að vita hvað hagfræði og hvernig virkar það og svona í macroeconomics perspektíf eitthvað. Og fólk þarf að vita hvað samfélagið. Og þetta lacking bara út allt, bara út af því að menntun í hagfræði eða samfélagsfræði eða hvað annað bara í
háskólanum. Og valkvæð líka, það ekki, já. Já, gott dæmi af þessu, sorry. Gott dæmi af þessu var við þegar hjúkrunarfræðingar voru í verkfall. Það var heilan þjóð sem stiði baráttu þeirra. En flesta fólki skildi ekki að þetta aðeins meira flókið mál. Út af hjúkrunarfræðingar fæ ekki nógu mikið í launum út af kerfinu sem byggt á lögunum, sem byggt á bla 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 og svo framvegis og þetta allt tengist. Og þó að fólk bara mótguð út af því að læknar og hjúkrunarfræðingar og allir hinnir sem gera sitt besta og þessu starfsfólki bráð vandar á Landspítalanum, en fólk gerir sér ekki grein að þetta kemur frá stjórnendum, að þetta ákvarðanir að halda fólki í láglaunum, þetta ákvörðun. Þetta gerist ekki óvart. Þetta ekki þannig að það ekki nógu mikið penning í kerfinu fyrir ykkur. Einmitt, eins og í menntakerfi á Íslandi. Til dæmis í Finnlandi þegar einhver kennari, það alveg eins og að vera lögfræðingur. Samfélagin. Hér þegar kennari, það í launum og engir að gera grein fyrir þig. Að þú að gera eitt af mikilvægastum hlutum í landinu, skilurðu. Og as long as Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórni þá við megum alltaf bara að kvarta menntakerfið hér á Íslandi. Það ekki byggt fyrir fólk til að læra eitthvað. Það byggt til að halda þjóð í svona lágmennta samhengi eitthvað. Þeir ekki að reyna að bæta við menntakerfi. Já, ég myndi ekki segja að Bjarni Benediktsson gerir eitthvað mikilvægara en leikskólakennarar barnanna mína. Ég ekki að grínast. Þetta fólk með börnum í 8 klukkutíma á degi, 5 daga í viku og þau hafa svo mikið áhrif á uppruna. Já, á börnin okkar og hvernig börnin okkar ætla að vera. Þetta ekki bara foreldrar. Já, þannig að þetta bara fáránlegt. Ef ég myndi hugsa mér hver með mikilvægasta starf í þjóðinni og landinu þetta heilbrigðisstarfsfólk og menntakerfisstarfsfólk. Þau bara í rauninni að byggja samfélagið. Ég held að við getum haldið endalaust áfram með þessar Já, ég veit. Og við kannski gerum það aftur. Við kannski tökum þetta upp aftur og ég veit alveg Magdalena að þú náttúrulega ert að vinna hjá Eflingu líka þannig að þú ert alveg inn í þessum kjaramálum líka. En við kannski tökum það fyrir seinna. En bara, mér langar að þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna og vera með okkur og tala þessi mál. En bara takk innilega Viktoría Ginter, Agnieszka Sokolowska og Magdalena Kwiatkowska, afsakið pólskuna mína, ég ekki svo sleipasta, heldur ekki íslensku augljóslega. En allavega, ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna og takk Danni líka fyrir að kynna og vera með okkur. Við kveðjum úr hinni Reykjavík. Takk. Takk fyrir. Takk.